Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, vikulegan sjónvarpsþátt frá Suðurnesjum í umsjón Víkurfrétta. Í þessum þætti hittum við fyrir fjölhæfan listamann í Belgíu. Kristinn Guðmundsson framleiðir meðal annars skemmtilega matreiðsluþætti sem kallast Soð og sjónvarpað á YouTube. Kristinn leyfði okkur að skyggnast bak við tjöldin við gerð þáttanna. Keilir alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, fyrirtækja og almannasamtaka. Keilir var stofnaður á þessum degi árið 2007 og hefur aðsetur á Ásbrú í Reykjanesbæ á fyrrum varnarsvæði bandaríska hersins. Frá upphafi hefur skólinn einsett sér að byggja upp námsmannasamfélag þar sem boðið er upp á vandað nám með áherslu á nýstárlega kennsluhætti og fyrsta flokks aðstöðu. Hjá Keili mikið lagt upp úr nútímalegum og fjölbreyttum kennsluháttum, bæði í fjarnámi og staðnámi. Einnig að nemendum sé skapað traust og gott námsumhverfi. Við settumst niður með Hjálmari í skólahúsi Keilis á Ásbrú. En byrjum þáttinn í Brussel í Belgíu, þar sem vinsælir matreiðsluþættir eru framleiddir við frumlegar aðstæður. Hæ, ég heiti Kristinn og Guðmundsson. Ég 32 ára uppalinn Keflvíkingur. Ég suðarinn, eða, já, ég bý til Soð. Eins fáránlega það hljómar þá langaði mér þá ég að fara til Íslands í sumar og ætlaði að vera upp í sumarbústað hjá mamma og pappa bara í einhvern mánuð eða tvo, það var svona hugmyndin í byrjun og mér vantaði einhverja sumarvinnu og þá kom þessi hugmynd að búa til bara kokkaþætti á netinu og sjá hvert það leiðir og svo maður náttúrulega bara algjör matarpervert og hefur bara rosa gaman að því elda líka en þú veist, eitthvað svona passion fyrir því byrjar eiginlega bara frekar snemma. Mér langaði að vera kokkur alveg bara svona 13-14 ára og þá sagði vinur minn Bjarni Páll Tryggvason sem var kokkur á Glóðinni á þeim tíma, ef einhver man eftir þeim stað, þá sagði hann mér að þetta væri ömurlegur vinnutími og þá hætti ég við og varð myndlistarmaður og áttaði mig á því að það væri ömurlegur vinnutími og illa borga. Þannig að nú ég einhvern veginn svona að reyna að blanda þessu öllu saman í eitt. Ég vann á Pizzastétt 7 í Keflavík í gamla daga að kasta upp pítsur og eitthvað og þar lærði ég ýmislegt eins og í samsetningu ingredients, hvernig sem maður svona samsetningu innihaldsefni, þannig að þar svona byrjar maður að átta sig á því að laukur ekkert endilega laukur þegar maður setur hann með hinu og þessu, þannig að það var svona fyrsta svona námið mitt en síðan í skólanum mínum í Amsterdam, þar var ég kokkur, gerði það svona með skóla og svo ég búinn að vera að vinna í, verða 4 ár off and on á veitingastæðinni í Brussel og þannig að ég hef lært ýmislegt af þessu en svo alveg endalaust mikið af YouTube. Það var eiginlega bara mjög snemma eiginlega ég var að hugsa þetta ég er búinn að vera að hugsa þetta í ár eiginlega, svona off and on en svona byrjaði fyrir alvöru að hugsa út í þetta í ágúst í fyrra þegar ég var í Ítalíu með vinum mínum í útilegu og þá áttaði ég mig á því hvað mér fannst ógeðslega gaman að elda úti og svona elda í lélugum aðstæðum og það finnst mér ógeðslega gaman og þá hugsaði ég með mér að eldhúsið heima bæði ekki jafn myndrænt og stúdíóið mitt og ég myndi fá þessa svona úti tilfinningu að vera að elda uppi. Blanda öllu saman, það bara pröfa og klúðra. Ég klúðra svo mörgu. Snæbjörn, vinur minn, hefur fengið... Já, algjörlega Mér finnst svona
maður er svolítið þreyttur á svona sterilseruðum þáttum þar sem það er búið að skera allt fyrir þig og allt er tilbúið, þú kemur bara og skellir á þig svuntunni og hendur einhver saman og svo drekkur hvítvín eftir á eða eitthvað. Þetta er svolítið svona leiðilegt, þetta er svona, það er bara svona ein leið að búa til þátt, en þú veist, ég er ekkert að lasta þá þætti neitt, sko, mér finnst þeir bara eiga alveg jafn mikið inni að vera til eins og minn þáttur eða einhver annar þáttur. En mér finnst svona að þú veist, að maður klúðrar alltaf einhverju, meistarakokkur klúðrar alltaf einhverju. Mér finnst, ég læri langmest á klúðri, sko. Þannig er ég með parsley eða peterseili eða man ekki hvað þetta heitir á íslensku. Bara jákvæð, bara spennandi, ógeðslega gaman. Þetta er svona kýtlar hégóman svolítið mikið, sko, sem kannski hræðir vini mína svolítið mikið sem telja mig vera egoista og svona eitthvað. Tala mikið sjálfa mig og eitthvað. Ég er ekki sammálað þeim, sko, en hérna þeim finnst það, en þetta er bara ógeðslega gaman og ég bara vona að fleiri komi og við búum til bara svona góða suðu af fólki sem hefur áhuga á að elda og jafnvel hafa ekki áhuga að elda, mér sér líka. Herru, ég er bara með alveg sko beina sýn yfir framhaldinu, sko. Nei, ok, það er kannski smá líkt, en hérna, ég er með þokkalega svona í sumar, þá ætla ég að koma til Íslands og þá ætla ég að elda úti og mjög líklegast byggja pítsuofn sem er eitthvað svona sætþáttur af soð, þar sem soð byggir eitthvað. Þannig að í sumar þá mun ég í alvörunni bara elda úti í hvaða veðrið sem er og reyna að búa til ýmis svona girnilega rétti. Nei, ég er bara myndlistarmaður að elda. Ég er ekki myndlist sem er matur eða eitthvað svoleiðis. Ég er bara myndlistarmaður að elda. Mér langar svolítið að halda því bara til hliðar og vera eitthvað annað. En auðvitað er ég að performa. En ég lít ekki á þetta sem myndlist eða listaverk eða eitthvað svoleiðis. Ég hef séð það svolítið svona í gegnum þessa þætti mína að þú veist að það þarf ekki mikið. Þú þarft ekki að eiga Moulinex græju eða KitchenAid eða eitthvað svoleiðis til þess að elda vel. Í rauninni þarftu bara gott heat source. Ég elda með gasi út af því að mér finnst rosa gott að geta stjórnað hitanum mjög hratt og svo bara, þú veist, eina pönnu og svo þarf maður bara eina pönnu og einn pott og góðan hníf. Góður hnífur er kannski það eina sem þú þarft að verja miklum peningi. Já, flest af þessu er bara eitthvað sem mér finnst gaman að elda og það sem mér finnst gaman að borða en núna ég ákvað að byrja í þema og þema var sko Belgía / bjór. Já, hérna úti sko, mjög einfalt. Það ég held að sé svona ein af ástæðunum af hverju ég flutti til Belgíu. Svona fyrsta ástæðan er kannski kærasta mín sem er belgísk og önnur ástæðan var matarmenningin hérna er geggjuð. Það er hægt að finna nefnilega, og sérstaklega þetta í Brussel úti því að það eru allra þjóða kvikindi hérna. Já, ég fekk mér bit af banana eins og eitthvað villisíkur. Fólk hefur verið bara að taka þátt til því, sko. Ég veit að fólki að Vestfjörðum sem eru að dunda sér við uppskriftirnar mínar og svo náttúrulega eru vinir mínir svona sérstaklega að taka þátt og líka bara fullt af ókunnugu fólki, sko. Og það þykir mér alveg sko ógeðslega skemmtilegt. Það er alveg bara, það er svona, þá finnst maður að maður hefði náð einhverju fram. Ég væri alveg til að ná til sem flestra og svona bara opna aðeins augun fyrir að þú þarft ekki risa eldhús til þess að búa til risa og geggjaða veislu og þú þarft ekki nýjustu græjur og það þarf ekkert endilega að vera dýrt til þess að búa til alveg dýrindis veislu. Svo
eiginlega bara svolítið lýsandi líka bara fyrir þessa þætti. Hvað eiga að vera? Þeir bara að vera svona samsuða af ýmsu, þú veist, þetta ekkert endilega að vera hollt en ekkert endilega að vera óhollt og þannig að, þú veist, þetta á bara að vera svona suða af alls konar. Ég hef oft verið kallað röflarinn í vinahópnum mínum, þannig að suðarinn svona ágætt líka, held ég. Farið ekki langt, við komum aftur eftir örfá skilaboð. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Það að setja saman hluti og sjá það smella saman finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég sé farangurskerfið upp á Keflavíkurflugvelli. Það er alltaf mikið að gera. Það er ótrúlega fjölbreytt verkefni. Það er alltaf aksjón á flugvellinum. Þetta er svolítið karllægt umhverfi og það er rosa gaman að vera kona. Svo er líka mjög fínt að vera svolítið frekur og ákveðin og geta þá leitað einhverjum breytingum og stöðum umbótum. Það eru allir rosa jákvæðir og tóku rosa vel í það þegar ég sagði að ég væri ólétt og með tvíbura og mikið hlegið og mikið brosað og í rauninni bara strax setti eitthvað svona plan í gang. Það er mjög þægilegt að vita, það er ekkert stress. Nú stend ég í framkvæmdum heima og það er ótrúlega þægilegt að taka ýmsa hluti sem maður hefur lært í vinnunni með heim. Ég bý í Reykjavík og keyri á hverjum degi til Keflavíkur í vinnuna og mér finnst það í raun og veru ótrúlega þægilegt og það er svona tími sem ég hef bara út af fyrir mig, ég keyri bara ein. Þetta er eiginlega eini tíminn sem ég hef, þar sem ég get bara stillt tónlistina svolítið hátt og sungið með og haft ótrúlega gaman. Háskólasamfélag var til með undraverðum hraða síðla árs 2007 á Vallarheiði í gömlu herstöðinni. Og við höfum má segja undanfarið lagt nótt við dag og allt hefur gengið upp. Ríkisstjórnin hefur komið með myndarlegt framlag hér í dag til Háskóla Íslands sem er lykilhluthafi. Íslenskt atvinnulíf hefur komið hér að með myndarlegum hætti og hér er að ræða stærstu fjárfestingu einkaaðila í menntun á Íslandi. Og nú er bara ykkur ekki til setuna boðið, það er hvað, innritun hefst á mánudag? Klukkan 9. Og ég vil auðvitað hvetja alla sem að hafa huga á háskólanámi án þess að hafa stúdentspróf hér á Suðurnesjum til þess að koma að tala við okkur og skoða hvað við höfum að bjóða. Við munum taka fagnandi á móti fólki frá og með klukkan 9 morgun. Þessi 10 ár hafa náttúrulega verið alveg ótrúlega fljótt að líða. Það finnst bara við vera nýbyrjuð. Samt hefur gerst alveg ótrúlega margt finnst okkur. Sem að ef til vill sést að því að Keilir er núna að velta svona það bil 1 milljarði og hér koma svona 150 hausar að vinnunni með einum eða öðrum hætti, auðvitað ekki allir í fullri vinnu. Bara erlendir flugnemendur okkar sem koma hingað og dvelja í svona 2 ár. Þeir eru að færa inn í samfélagi hér á Suðurnesjum, kannski svona halvan milljarð á ári. Ekkert allt til okkar, þeir eru að leigja, þeir eiga bíla, þeir borða, þeir djamma og svo framvegis. Það sem kannski skiptir mestu máli, það eru tæplega 3000 nemendur sem við erum búin að útskrifa á þessum 10 árum. Og það er svona það sem við erum virkilega ánægð með og eiginlega bara stolt af. Það er svona börnin okkar sem við erum virkilega stolt af og við reynum að fylgjast með þeim og erum afar glöð að sjá hvernig ungunum hefur vegnað þegar þeir fljúga úr Keilisreiðinu. En þetta er svona, getum við sagt, blandi í poka ef ég fæ að nota það orði yfir skólasamfélagið hjá okkur. Þið eruð að sinna mjög mörgu. Já, og til þess var nú leikurinn gerður. Annars vegar að hækka menntastigið á Suðurnesjum því að við munum hvernig ástandi var hér fyrir 10 árum þegar kaninn fór. En líka til að efla tengslin við atvinnulífið og það er svona uppleggið og erum enn á vaktinni að leita að nýjum tækifærum. Og við erum öðruvísi heldur en líklega allir aðrir skólar. Við erum hvorki né. Við erum bæði framhaldsskóli en við erum líka með námsbrautir hér á háskólastigi.
Hér hægt að læra til BS gráðu í tæknifræði og atvinnulífið æpir á tæknimennta fólk. Það hægt að taka hér frábæri aðstöðu, frábæri kennara og þau verkefni sem hafa komið frá tæknifræði nemendum okkar. Þau eru náttúrulega stórkostið. Hafa leitt til stofnunar fyrirtæki. Við sjáum bara Fítu með Geosilica og það eru margar Fíturnar, getum við sagt. Við höfum lagt upp með það módel að við leitum eftir samstarfi við þá sem eru bestir á hverju sviði. Ævintýraleiðsögnin. Þar keyrum við á leyfi frá Thompson River University í Kanada sem fremsti háskóli heima á því sviði. Flugvirkjanámið, það byggir á leyfi frá AST sem elsti flugvirkjaskóli í Evrópu og þannig má áfram telja. Nýjasta afurðin líklega fótaaðgerðaskólinn, sá eini á landinu. Honum var lokað og við bara keyptum hann og fluttum hann hingað og nú hann kominn á stað og þannig höfum við verið stöðugt og erum á verði. Hvar eru tækifæri til þess að mennta fólk? En hefur stærsta verkefni verið svokölluð háskólabrú? Við byrjuðum með hana og af þessum 3000 þá það bil helmingurinn sem útskrifað. Það 1500 nemendur sem útskrifaðir núna af háskólabrú og 85% þeirra fer síðan í frekara nám. Þar sjást kannski á tölum hvaða áhrif það hefur haft. Okkur var uppálagt í byrjun að reyna að hækka menntastig á Suðurnesjum. Í byrjun árs 2007 voru 25 ára og eldri íbúar Reykjanesbæjar voru 12,9% þeirra með háskólamenntun. 12,9%. Landsmeðaltalið þá 28%, þannig voru langt undir því. Í dag, 10 árum síðar, eru 25 ára og eldri íbúar Reykjanesbæjar 28% þeirra með háskólamenntun. Auðvitað eru fleiri við sem að við koma en ég alveg viss það að skólasamfélagi hér á Ásbrú á sinn þátt í því. Og það bara mjög ánægjulegt því að við trúum því að menntun ákveðin leið til uppbyggingar á góðu samfélagi. Þessi brú, hún hverjir að sækja hana? Þetta ungt fólk eða þetta jafnvel stálpa fólk sem að hrökklaðist úr námi eða og vill fara í gang aftur? Meðalaldurinn hefur verið svona nálægt 30 árum. Elsti nemandinn tæplega 70. Þetta fólk sem hefur af ýmsum ástæðum hætt í framhaldsskóla. Ekki fundið sig, farið í vinnu, stofnað fjölskyldu eða hvað sem en hefur alið með sér þennan draum að geta farið í frekara nám. Og þau koma hingað og þurfa að vera búin með eitthvað í framhaldsskóla en klára á einu ári ef þau eru fullu námi hérna. Og komast þá inn í háskólanám. Og eftir það komast þau inn í háskólanám og hefur gengið þar mjög vel. Við höfum fylgst með þeim. Meira að segja fyrstu nemendur okkar af háskólabrúnni sem eru konur með doktorsgráður, sem eru konur í starfsliði hjá okkur og pluma sér vel. Útskrift alltaf mjög skemmtileg og ég náttúrulega verið viðstaddur margar útskriftir sem gamall skólameistari í Fjölbraut. En tilfinningarnar við útskrift af háskólabrú eru sterkari heldur en eiginlega orðfálist. Það svo mikil gleði, það svo mikil saga á bakvið hvern, það svo mikil sigrar og það það sem gerir þetta starf svona ótrúlega skemmtilegt. Þetta svona að vinna svona með fólki, gefa fólki tækifæri og fá að gleðjast með fólki. En hvað með hugmyndar eins og þið voruð að pæla í orkunni og þið að pæla í næri umhverfinu? Náttúrulega þú talar flugvirkjana, en hér eru náttúrulega fólk að læra til atvinnuflugs. Já, við lögðum upp með það að flug sem orðið náttúrulega, við sjáum það í dag, gífurlega stór partur á okkar atvinnulífi, en hefur ekki verið hluti af skólakerfinu. Já, fáránlegt og það og það kannski ein ástæðan fyrir að það svo margir sem gefast upp í framhaldsskóla. Hann svo þröngur og miðar bara svona við læknir, lögfræðingur og prestur í raun og veru.
Við vildum búa til svona eina reglíf, flugakademíu yfir flugið og höfum boðið hér upp á nám bara allt sem að snertir flugið. Flugvirkjar, flugfreyjur, flugrekstrarfræði, flugmenn og svo framvegis. Við byrjuðum smátt, við eigum núna 10 flugvélar. Við eigum þegar 1 flughermi og flughermi nr. 2 er á leiðinni til landsins og stærri plön í viðræðum við ónefnd flugfélög er á döfinni. Þannig að Flugakademía Keilis er farin að láta vel til sín taka. Hún er til dæmis næststærsti flugskóli í Danmörku. Það byggir á því að það er svo mikið dönskum og sænskum flugnemum sem koma hérna. Markaðsstjórar okkar þar eru fyrrverandi nemendur okkar, þeir eru núna flugmenn annar hjá Ryanair og hinn hjá SAS, en þeir eru að markaðssetja okkur á Norðurlöndunum með svona líka flottum árangri. En við erum alltaf að leita nýjum tækifærum, við erum komin með leyfi fyrir stúdentsbrautum og við trúum því að við munum fara af stað hugsanlega næsta haust með stúdentsbrautir fyrir 16 ára og eldri, en öðruvísi stúdentsbrautir heldur en allir aðrir hafa verið að gera. Það sem við erum að leggja áherslu á, náttúrulega við erum að nota okkur vendinámið, við höfum verið leiðandi í að innleiða hér nýja kennsluhætti, svokallað flip eða vendinám. Við haldið hér 2 alþjóðlegar ráðstefnur, yfir 1000 íslenski kennarar búin að koma til okkur og svo framvegis og við ætlum að nýta okkur þá reynslu. Við ætlum bara að byrja klukkan 9 á morgnana, en valið á þessum brautum, við erum að svara kalli atvinnulífsins eftir fólki í leikjagerðarbransanum, eins og CCP og svo framvegis. Og þar á þessum stúdentsbrautum erum við að vinna náið með CCP, forstjóri CCP verður í fagráði okkar á þessari nýju stúdentsbraut og samtök leikjagerðar fyrirtækja, þau styðja okkur full force í þessu og við höldum að þetta muni höfða mjög til ungs fólks. Við viljum ekki að kenna 6-7 greinar á dag, heldur 1-2, taka þetta í lotum og vera semst allt öðruvísi, reyna að ýta undir skapandi hugsun og svara kalli atvinnulífs og unga fólksins. Það er bara það sem er hlutverk Keilis. Við erum að þjóna líka fyrirtækjunum, við erum að hjálpa stærri fyrirtækjum á landsvísu með endurmenntunarnámskeið og byggjum það á þessari fjarnámskennslu sem við höfum verið með og svo framvegis. En hvað með samstarf í skólasamfélaginu á Suðurnesjum? Eru þið í einhverju samstarfi til dæmis við þinn gamla skóla, Fjölbrautaskóla Suðurnesjum? Já, auðvitað erum við og ágætt samband á milli og sömulegis með miðstöð símenntunar. Miðstöð símenntunar er til dæmis með menntastoðir sem voru settar beinlínis upp fyrir þá sem að ekki fylltu skilyrði háskólabrúna hér. Þannig að miðstöð símenntunar setur upp menntastoðir og þau sem að klára menntastoðir geta svo komið í háskólabrúna. Hins vegar mætti þetta samstarf að mínum mati vera miklu meira. Við erum ekki nema rúmlega 20.000 manna samfélag. Af hverju erum að dreifa okkur á svona marga staði? Ég hef lagt til að þetta er allt sameinað undir eina yfirstjórn, Reykjanesakademíu. Svo er bara að skoða ískalt hvar er best að koma náminu fyrir. Það sem er best í Fjölbraut fer þangað, það sem er best hjá miðstöð símenntunar fer þangað, með hagsmuni svæðisins í huga, en ekki svona með þessi músarhólu sjónarmið sem við gjarnan viljum láta vera ráðandi. Það fikk dauðarundirtektir þegar við kynntum hugmyndina. Finnur þú þegar þú horfir tilbaka þessi 10 ár, sérðu hvaða áhrif þetta hefur haft á atvinnulífið á Suðurnesjum? Það var oft talað um það, eins og maður segir, í gamla daga þá voru ekki nógu mikil atvinnutækifæri fyrir þá sem að fóru og náðu sér í háskólapróf, eða það var ekki eins algengt í gamla daga, það voru bara háskólapróf eða venjulegt háskólapróf er orðið jafn algengt og stúdentspróf var fyrir 20-30 ára síðan. Hvaða áhrif sérðu þetta hafa haft á samfélagið á Suðurnesjum núna upp á atvinnutækifæri? Fær þetta fólk vinnu eða? Mér sýnist að flestir sem hér hafa farið í gegnum háskóluna hafa haldið áfram frekara nám. Þeir sem að koma úr flugakademíunni, þeir eru rifnir út. Það vantar flugmenn út allan heim, það vantar flugvirkja út allan heim. Þannig að framtíðin þar er svo ótrúlega björt.
Það bara svo einfalt að sá sem hefur lokið einhverri menntun skiptir í raun ekki máli hver hún en sá hefur lokið, hann sett sér markmið og náð þeim markmiðum og þá kominlega bara með lykil að því að bjarga sér í lífinu. Hvort sem það prestur, flugvirki, fótaaðgerðafræðingur eða tæknifræðingur, en það þetta vopn sem heitir menntun, prófskírteini, sem táknar það að þú getur tileinkað þér einhverja þekkingu og kannt að beita. Út af það gengur menntun að gera fólk hamingjusamt og sjálfbjarga. Og þið fengu alveg ágæta 10 ára afmælisgjöf daginn þegar þið fengu menntasprotann? Já, sem var alveg gífurlega ánægjulegt og að þið fór mikil gleði alda hér inni því að sama tíma við segjum að kerfið sé voðalega íhaldssamt. Því að við erum bæði háskólastigi og framhaldsskólastigi, við erum hvorki né. Þá pössum við illa inn í Excel-skjölin en að fá síðan frá atvinnulífinu þessa viðurkenningu. Það alltaf bara segir okkur að við höfum verið að gera eitthvað rétt og verður okkur bara hvatning til frekari dáða og hlökkum til næstu 10 ára. Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboxin nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Hræsingar og kostakjör. Leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á miðla Víkurfrétta. Víkurfréttir koma út á Suðurnesjum alla 50 daga. Þá erum við með daglegar fréttir á vefnum okkar www.ff.is. Fyrir kylfingana þá eru golffréttir alla daga á kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti frá okkur má sjá á hringbraut.is og á Víkurfréttavefnum www.ff.is. Takk fyrir okkur og sjáumst aftur næsta 50 dag.